Ég heiti Anna María Tóma, ég er 15 árs læknanemi við Læknadeild Háskóla Íslands og ég fermdist 15. apríl minni mig árið 2007. Já, það er svona sem ég man eftir. Fermingunni minni var að mér langaði til þess að ferma mig og vera klædd í svona japanskum kimono eins og er gert í svona sem heitir seijinski, sem er svona athöfn þar sem fólk þegar fólk gengur svona fullorðna manna tölu og þá erum við allir í svona japanskum kimono og allt mjög eitthvað svona gleðilegt og hátíðalegt og mér langaði að vera í þannig að það var svona ég man mjög vel eftir því að ég þurfti að fá svona kubbl til þess að vera í sem var alveg svona í stærð aðeins svona 2 stærðum fyrir ofan til þess að ég myndi ekki sjást í kimonoin þegar ég væri að fara til altaris. En þannig að já, ég svona man bara aðalega eftir því að það var rosalega mikið stúss í kringum sjálfa ferminguna. Varðandi svona, já, eitthvað svona stundum kannski ferminguna sjálfa, fermingarveisluna en svona aðalega átti þetta náttúrulega að vera, þú veist, það, trúna og svona, þú veist. Og ég hafði mjög mikla áhyggjur af því ég var sko með spangir þá og þær voru úr plasti en það lituðust alltaf gular þannig að það var rosalega mikið, mér fannst mjög leiðilegt að ég þurfti að vera með svona gula tennur í fermingunni og fermingamyndatökunni sem var og svona. En það var mjög góður ljósmyndar hann photoshopaði gula hlutin í burtu. Það var mjög næs. Það sem skipti máli fyrir krakka á mínum aldri þegar ég var þarna 14 ára og fyrir 11 árum. Trúi ekki þessi orðið svona langt síðan. Það var, held ég man eftir því það var til dæmis, ertu bara að tala í sambandi við ferminguna eða bara yfir höfuð. Á þessum tíma þá var það náttúrulega bara reyndar maður mjög mikið, þú veist, hvar ætlaði maður að fermast og hvort maður ætlaði að fermast í kirkjunni, borgarlega, það var líka svolítið þing. Og svo var þetta svona veisluna, hvað ætlar að halda veisluna, ætlar að vera einhverjum sal, einhverjum hóteli eða vera heima hjá þér eða einhverjum safnar í kirkjunni eða eitthvað svona. Það var svolítið mál. Og svo annars var það bara þetta, þú veist, svona þetta venjulega unglingalíf, þú veist, svona, veist, hverju maður skotin í eða þú veist, yfir einhver flott föt eða eitthvað svona. Þetta var sem skipti máli þá, minnir mig, gera kannski ennþá. Hverju eru vinir hvers og svona drama í kringum það og svona. Svona eins og Skam. Alveg eins og Skam. Já, ég man ekki hvað hann heitir hann sænski sem var hann. Hún heiði Anna heiði hún. Ég man ekki eins og hvað hann heitir. Það var mjög mikið tískuð, já. Það var mjög skemmtilegt að heita Anna. Á þeim tíma. Já. Sko, ég man að þegar fólk var svona, eða krakkarnir voru að tala svona bara fermingun og hvað var svona pæli kringu það var svona fyrsta lagi var það kom það oft svona umræðina bara að í Neskirkju allavega þá var það þannig ég var sérst í Hagaskóla sem er hliðin á Neskirkju og Neskirkja var með svona sumarnámskeið þar sem þú tókst bara alla svona ferming eða sérst bara alla fræðsluna á einni viku og svo var líka hægt að vera yfir vetrartíma eins og í flestum kirkjum þar sem þú mætir einu sinni í viku og ég tók þannig eins og það væri bara þú veist sumarið og náttúrulega þessi tímar snerist alveg svolítið mikið ferminguna þarna vorið þú veist og svona að undirbúa sig fyrir það og þá kom svolítið oft einmitt þetta í umræðinu þú veist svona þú veist kannski sumir sem vildi ekkert vera að fara þú veist í kirkju, vildi ferma sig borgarlega eitthvað svona og þú veist út af því skólinn tók held ég minnum mig alveg svolítið svona tillit til svona þú veist að fólk krakkar væri að fara kannski þú veist einhver námskeið þú veist á vetri til þú veist og svona það var svona já það var alltaf eitthvað svona kannski kringu það aðalega og svona hvaða til dæmis og svo þegar fór nær fermingunni þá var það svona hvaða ritningarvers ætlar þú að vera með eða eitthvað svona tala svona og þegar maður gat þess að dala sér sjálfur og alls konar eitthvað þannig en það var ekkert eitthvað rosalega mikið vera eitthvað að við vorum ekkert eitthvað að ræða inn á milli eitthvað svona á trúarlegum djúpum nótum eitthvað í kringum ferminguna þetta var alltaf þetta frekar umstangi í kring sem við erum að tala
sko krakkar vildu fermast á mínum tíma, ég vil svo sem ekki alhæfa fólk, en ég held að þessu til þess að geta haldið fermingarveislu og fá fullt af fermingargjöfum. Ég held það. Það var allavega já, þetta var svona því miður, kannski ekki því miður en svona, þetta var svona aðalástæðan held ég. Og til þess að líka til þess að svona fá svona á þessum tíma svona þar sem þú ert svona aðal hlutverkið og svona veisla fyrir þig og svona og fólk að koma þú veist og fagna með þér, það er svolítið skemmtilegt líka á þessum aldri. Og líka út af því maður náttúrulega svolítið að fara úr barni í að vera aðeins fullorðnari. Já, að hluta til. Já, mér fannst fermingin vera svona að einhverju leyti svona tímamót í svona hvernig maður hugsa þetta á þessum tíma þegar maður svona kikka inn kynþroskinn og maður fer svona að geta séð hluti frá svona öðru svona í svona víðara samhengi og þá fór maður nú alveg með að hugsa svona hvernig samfélagi virkar og svona og maður fer kannski aðeins að fylgjast betur með fréttunum og svona og maður gat verið með kannski rosalega miklu svona einhverja réttlætiskennd líka. Manni fannst eitthvað ákveðið í skólanum og ég man eftir ég kom rosalega oft heim úr skólanum og var að segja mömmu frá þetta að þessi kennari sagði þetta var svo óréttlátt út af þessu og þessu og þessu. En svona eftir að ekki þá fyrst fyrir líka þess að núna getum við líka séð hvernig kennaranum leið kannski og eitthvað svona. Þannig maður var svona byrjaður að geta rökrætt hluti en samt einhvern veginn maður líka barn. Þetta er mjög skemmtilegur og pirrandi tími að vera unglingur. Mér fannst bara að fólk, eða fullorðið fólk ekkert endilega tala eitthvað öðruvísi við mig eftir ferminguna, ég man ekkert eftir því. En það bara kom bara með tímanum, maður varst meira svona koma kannski með því þegar maður fer svo að velja sem menntaskóla eða hvaða framhaldsskóla maður vill fara og þá fer fólk líka, eða krakkar líka náttúrulega að hugsa hvað langar maður til þess að gera kannski í framtíðinni og svona og velja sig kannski þess vegna út frá því framhaldsskóla. Og svo bara með mitt tímanum, svo fer maður að hugsa út í hvað háskóla maður vill fara í og hvernig nám maður vill fara í og þannig að já, það held ég kem bara með tímanum en ekkert eitthvað svona einn punktur þar sem fólk byrja bara að líta á mann sem fullorðinn. Veit ekki hvort það hafi verið þannig kannski í gamla daga eða eitthvað, en það er ekki þannig. Í fermingunni þá finnst mér að maður svona að taka mann í fullorðna manna tölu. Ég veit ekki alveg svona hvort að það sé endilega svona málið heldur sko. Út af því til þess að aðfermast að þá þarf maður að vera skírður og flest börn á Íslandi allavega þá skýrast er fólk skýrt þegar það er unga barn eða það er bara lítið og veit ekki neitt, kann ekki neitt heiminn. Svo maður orðinn 14 ára þá getur maður svona sjálfur tekið svona ákvarðanir og einhvern veginn svona svolítið farið að hugsa svona sína eigin lífsspeki og heimssýn og svona. Og mér finnst þetta að vera svona svolítið kannski að taka svona svona einhvern veginn svona sýna kannski heiminum svolítið svona í hvernig svona þín lífssýn eða heimspeki eða eitthvað að fermast. Og svo maður alltaf bara 14 ára, maður bara barn. Og þannig að það kemur alltaf einhvern veginn, mér finnst eins og einhvern veginn að það komi alltaf svo á nokkru ára fresti það sem íbærir gegnum lífið alltaf, bara alveg örugglega þangað til þú deyr það sem þú svona einhvern veginn tekur svona stoppar aðeins og hugsar aftur svona þín eigin trú og svona þín eigin lífsspeki og heimssýn. Og já, einhvern veginn maður svona eins og alltaf að fermast, einhvern veginn, svolítið. Mér finnst eins og allavega varðandi mín lífssýn alveg mótaðist að einhverju leyti af fermingunni að ég valdi mig það ritningaverk sem var sælir eru hjartar hreinir því þeir munu Guð sjá og það hefur svolítið einhvern veginn ég valdi mér þetta og ég valdi mér að fermast og ég kristin og ég trúuð og ég valdi mér þetta sjálf. Þetta var ekki eitthvað sem einhverju aðrir sögðu mér að gera þótt að það var örugglega mjög mikil áhrif að foreldrar mínir séu prestar og trúa fólk. Og það hefur svona, mér finnst það alveg hafa
haft vægi í því hvernig ég svo til dæmis kannski bara eins og í lækna náminu að svona vera ekki dómhörð eða dæma fólk eða þú veist að vera svona sýna fólki samkennd og svona, ég meina kannski hefði það líka alveg gerst þótt ég hefði ekki fermt mig en þetta svona já, mér finnst þetta hafa haft áhrif á það, svolítið erfitt að útskýra þetta en þetta hefur alveg algjörlega áhrif á manns heimspeki og svona Svo spurning sem ég langar til þess að svara er í kringum ferminguna. Já, ég myndi kannski segja að já, á Íslandi þá er mitt þessi hefð, þú veist, ekki hefð heldur, maður á að fermast þarna 13, þú veist, á 14. ári og ég var, ég meina, ég var ennþá 13 ára með þess að því ég var að fermast. En einmitt þetta með að trúin manns mótast bara því sem maður eldist og maður náttúrulega fer að hvað heitir það? Experience. Já, reynsla. Maður svona kemur svona meiri reynsla í lífið og maður gengur í gegnum marga hluti og fer á botninn stundum og stundum upp úr því aftur og svo aftur, þú veist, einhvern veginn lífið svolítið þannig. Og þannig einhvern veginn þá mótast líka fyrst mér allavega mín trú líka samferða því sem bara fínt. Þannig að ég að hugsa að það væri nú mér líður stundum eins og að ég setjast aðeins niður og var svona ekkert eitthvað svona trúarleg athöfni en ég svona fermast alltaf í huganum alltaf að svona horfast í augu við Guð.